Já, verður velkomin tilbaka. Ég heiti Hrannar Ösil og með mér Bergur, sælir. og við ætlum núna að nýta tíman okkar í að fara bara eins yfir það sem hefur verið vinsælt í deildinni og það sem hefur gengið vel og það sem hefur gengið illa líka. Og við ætlum bara svona að gefa okkar mat á deildina bara Já, við ætlum so að far. aðeins kannski að greina svona hvað er í gangi og hvað trendin eru og svona hvað okkar predictions kannski fyrir seinni helmingina groupstageinu sem er svona að fara að detta núna í gang. Og kannski ræðum líka hvernig næsti stóri patch mun hafa áhrif á restina af deildina, að við erum núna búin með svona það byrja 1/3 Einmitt, og það er eitthvað stórt update bara í væntum. akkurat, TI er búinn og TI patchin er að vona á honum þá maður veit náttúrulega nákvæmlega hvernig hann kemur. Já, þannig að já, við ekki bara vinda okkur kannski í að fara bara fyrst yfir stat hjá hetjum Já, og ekki heitur. kíkja á til dæmis hetjuna sem að hafa staðið sér best á mótinu. Einmitt, En besta hetjan so far, það er Jack Hero, eins og þeir ræddu það áðan í kastinu að hann stóð sér frábærlega þegar Emil í Lönneberg spilaði hann. já, Hann situr í 91% win rate. já, rosalegt vinnrið í hvað, þetta er alveg 10 leikir, er það ekki? 11 leikir, jú. 11 leikir, já, einmitt. Þannig að það er 10 sigrar og 1 tap og ég held að hver er þín sýn á því að okkur honum gengur svona vel? Þú veist, hvað er þetta er náttúrulega Íslands vinnur, þannig að Já. af hverju gengur honum svona vel? Náttúrulega eitt með þessa hetju, hún er, hún er rosalega stable in general allavega svona í þessum leikjum hvað var þar bæði laning stage og síðan bara svona impact basically, impact floor eða þannig, ef maður tala hann er alltaf að fara að ná að setja AOE spila út í teamfights, hann er alltaf að fara að ná að stönna eitthvað fólk, hann er alltaf að fara að ná að secura laneið sitt allavega að einhverju leyti, hann er búinn að vera að vinna flest lanein sín í þessu móti held ég, þannig að að geta fengið þetta allt frá 5 minniðinni og svo náttúrulega bara svona, hann er svona hetja sem enablar rosa mikið teamfight fyrir bara, það er bara svo ótrúlega mikið value að hafa allt þetta AOE control og damage, þá getur þú pikkað hetjun eins og Shadow Shaman, eins og Lich eða eitthvað, komboru vel með hetjum eins og Mars sem að sést hérna, ótrúlega góður með svona AOE controller hetjum sko. Einmitt. Þannig að ég held að þetta sé svona þetta aðalega sko. Ég held líka eitt sem að kannski margir pæli ekki alveg í og sem ég held að sé alveg valuable er innate hans, að hann tekur svo ókslega stuttan tíma fyrir hann að deworda, þannig að miðum fight þá bara hendur einhverjum sentry niður og er búinn að taka út visionið hjá óvinna liðinu bara strax, þegar að flestar support hetjur eru náttúrulega með mjög takmarkaðan attack-speed og þurfa að eyða talsverðum tíma í það. Já, einmitt. Hann þarf bara að ná einu successful attacki. Góður líka í, í svona fætunum í kringum pull-kampana í afleikjuminu. Þá náttúrulega er hann mjög hraður að deworda og svona þessi leikur sem fer í gang þegar þú reynir að blokka kampið, hinn reynir að afblokka allt þetta dót sko. Og við erum svona, þetta er hetjur sem er mjög erfitt að bullja út sem fjarki. Það er ekki margar hetjur sem að mæta á leinið og geta bullja út í kýra nema kannski, klokka eða eitthvað. Þannig að hann er bara, mjög stable svona. Jack Hero er líka mjög auðvelt með að búa til, ef að core matchupið er gott, áttu mjög auðvelt með að búa til 1v1 situation fyrir core-in. Einmitt. En síðan sömuleiðis líka, getur jafnvel endað þannig að þú nærða að harassa hinn supportin úr leini og þá ertu komin í 2v1 á móti hinnum gæðanum. Einmitt. Og eins og sást hérna fyrst í hælutinu þegar mittlið allt og heimski voru að spila hérna Jack Hero CK, þá var einmitt svolítið hann að næra að harassa sjata saman úr lein og síðan er bara stönn frá CK inn í reality rift, inn í slow frá Jack Hero og hann bara axinn alltaf döður. Og ég held að það sé mikilvæg partur að þú nærða snjúbolta út frá leinu og nærð góða leini fyrir kóriðin. Og held þetta líka, þetta er hetja sem að tempoð hans hendar ágætlega í þessum leikjum. Hann er ekki super fast, hann er ekki að mæta á mitt og ganga á 3 mínútu eða eitthvað, en hann svona
á næs, hann er svona, þú veist, hann er næs hiti til að spila með Underlord, með þessum Orastrat, bara, þú veist, góður þegar þið byrja að grúppa saman, provætar ógeðslega mikið af bara einmitt AoE spellum fyrir teamfightið þitt. Og já, svona þú veist, held að þetta sé svona stóru línum með Jakiro. Líka eitt sem ég vil nefna í lokin er að sko, þú veist, hann á auðvelt með að splitta, ekki splittpusha, en hann á auðvelt með að pusha út waves, en hann fær náttúrulega mikið aflastitum og meira farm en aðri supportar út frá því og hann er góður líka bara í að venda hægróti, getur hent út últinu sínu og þú veist, það er ekkert katastrófik að henda út últi bara til að klíra krýpið og kaupir hálfa heila mínútu í viðbót. Og síðan líka það að þú veist, þú getur keypt þannig sé hvaða item sem er í leiknum, þú getur alveg, þú ert að eiga mjög góða leik og getur farið í einhverja auka ári sem getur líka bara farið í Jules, Forstaff og eins og við sjáum hann áðan í þegar hann átti góða leik á Jakiro og hann kom í Jules, Forstaff, Axe inn í Hex þannig að hann býður upp á þú veist, item sem hann getur keypt gera honum kleift að bara leysa svo mikið af toolkitin sem hann vantar Já, algjörlega. Hann getur fengið það í gegnum item líka í staðinn. Þetta er mikilvægur punktur, hann er góður að push lane sko, og það skiptir alveg máli eins og við sáum í þessum leik, þú veist, Jakiro'n var alveg kominn á par við Korana í hinleginu, bara þú veist, af því að það er svo mikið space á mappinu, þú veist, það er svo margir kampar til að farma, þegar þú kemst í góða stöðum út á óninum þá getur hann fundið farm út allt og ef þú ert náttúrulega að verja þá er hann góður í þeirri stöðu líka. Já. Og eins og Kitty Carry áðanlið hefur með Clock og Tusk support og báðir eru mjög lélegir í að klíra waves. Þannig að í þannig stöðu er sérstaklega gagnlegt að hafa hetjus og Jakiro sem að getur unnið á þetta ef að supportar eru að fara á sideline að það geta hættulega farm. En já, næsta hetja kannski sem við viljum ræða er kannski Nature's Prophet. Já, Nature's, Það er eina hetjan með 100% vinnert sem er, eða þú veist, sem er búið að spila oftar en 2-3. Já, einmitt. Búið að spila á nokkrum positions, en hérna Ill er búin að taka hana á fjörkanum og svo er, verktakaþjónustan og Kuti er það ekki sem er búin að spila hana á sem mid og carry. Jú. Sáum náttúrulega, þetta var mjög öflug hetja á TI sérstaklega í finals. Carry Nature's Prophetin, sko. Já. En já, þetta er náttúrulega hetja sem geta verið mjög aktív og þú veist, það er mjög svipið á Underlordin í því að hann getur joinað alltaf, þú veist, alls konar fæta. Svona hetja sem gerir ekki, þú veist, það mikið on its own, eða þú veist, hún er ekki flashy að því leyti, en hún fyllir í rosa margar svona eyður einhvern veginn. Já, og við sjáum hérna það sem er í gangi hérna Dr. Wistin að spila, þú veist, hann stelur Wisdom-rúlinu, hann er að ganga, hann er með sterkt últ. Og þú veist, ég held að nýja spráti sko með þessu bursti er alveg tölvöld betra núna en það var fyrir einu ári. Það er mjög gott að fá þetta damage bara út strax sko. Það gerir alveg mikið fyrir hetjuna. Hann er komið með svona auka burst fyrir utan últið og fyrir líka náttúrulega það að þú þarft ekki lengur að tímasetja últið eitthvað frábælega að það mun skoppa að eilífu. Já, akkurat. Þangað til að hann er búin að hitta alla sýnilega óvinni. Þannig að já, svona hann, og þetta er náttúrulega bara mjög þægilegt bild af core profitin að hann kaupir þetta sem sagt gleifni og í rauninni þegar hann er komið með það þá er hann með damage control, þú veist catch, góður að farma, þetta mjög, þú veist, smúþar út svona mjög mikið af hans einhvern veginn eyðum eða þú veist. Og sér líka svona hann náttúrulega, þú getur pikkað hans nefn í draftinu og sen getur flexa hann á basically alla stöðurnar. Það er freka flókið að counterpicka hann nema á sért alveg viss hvað spilari er að fara að spila hann á hvaða leini. Já, einmitt. Og já, við höfum ekkert séð þess að hetju vera að targeta, þú veist, hún svona, maður vill eiginlega ekki vera að targeta hann eitthvað það mikið, því maður veit að það er að koma önnur hetja, þú veist, það er að fara að koma eitthvað middari eða eitthvað carry eða eitthvað sem maður vill kannski frekar fókus á, sko, af því að, þú veist, þó að og líka það er svona dæmi eins og gamla leiðin til að counterfjörinu var náttúrulega svo mikið creep-clear, þú veist, taka hetjur sem að geta eðalagt tríandana, en nýji tríandinn bara,
það ekki eins sko, þó þú pikkir Nei. Timber á móti honum, það gerir ekki það mikið og hann alltaf að fara að fá þetta svakalega base damage buff bara fyrir að vera með litla treindir með sér. Þannig að það er svona ekki alveg jafn skýrt sko, þessi counterpick ekki alveg svona skýr og þau voru einhvern veginn með gamlu versioninu heitinni. Og einmitt í leinunum sér maður líka hérna, hann hafði verið með að lasta þetta á Denaya bara út af þessum tríðan. Það var náttúrulega nerfað núna og við höfum ekki séð Prophet í deildinni eftir patchin sko, einmitt. Þannig að það er alveg spurning hversu mikil áhrif það hefur. Og þetta er líka svona kannski hetja fyrir aðeins lengra komna, svona almennt. Já, þetta er smá specialist í því sko, for sure. Þannig að en já. Búin að vera mjög successful í þessari deild. Svo er það Centaur sem er með held ég bara flesta leikina eða eitthvað, er það ekki? Jú, Centaur er bæði búin að eiga gott success og hefur verið mjög vinsæll. Pikkuð í 15 leikjum og er hæsta pick rate hetjan. Já, og með mjög gott vinnrate með það. Já, og er með 67% vinnrate, þannig að hún hefur unnið 10 af 15 leikjum. Einmitt. Og þetta er líka svona klassísk íslensk hetja þannig að þetta er svona allir geta pikkað Centaur og allir geta spilað hann og hann býður upp á svona valuable bara svona verkfæra sett sem hann tekur með sér inn í leikinn og getur bæði verið initiator og getur verið tank og getur líka verið hjálpa liðinu að komast út og resetta og eins og við sáum líka á TI þegar ég svona tanki með þetta getur verið mjög valuable að ná að resetta fight, bara fara inn, nota allt drastlið og koma sér út í 5 sekundur og fara aftur inn. Einmitt. Og sem verður hann líka bara svo ógeðslega tanki og hann getur keypt allar áriðir í leiknum eftir hvað leikur þarf, hann á stabíl lane og það getur alveg verið flókið fyrir sumar karrihetjur að spila mótunum í lane sko, að þú þarft eitthvað magic damage á hann í lane-nu, annars ertu bara svolítið að drepa sjálfa þig. Já, og þú veist þetta build sem hann fer í þetta bracer build og þú veist það er svona hann er alltaf bara meira tankið með hverju levelinu þú þarft eða svona miklum resources sem ég sjötta niður og svo er hann þú veist þó að þú sjöttar hann niður þá getur hann bara fara í passive buildið og farma neutrals og svona þannig að 6000 max HP og er ekki einu svona komið með hjarta þarna, hann er bara með pípu, Crimson, Sivas og 1 bracer, 7000 HP. Akkurat. Það er náttúrulega komið með Shardin líka. Það er svona, og já, þetta verður mjög góð hetja í þessu þessum Aura-patchi. Náttúrulega virkilega aflögt að vera með Centaur með bæði, þú veist, eins og passive magic resistir frá pípunni, 10% magic resist og alltaf HP. Barrierinn frá Crimson Guard náttúrulega þetta er eiginlega besta einnig til að vera með það því að þá farið við strength, damage block út frá strengthinu. Einmitt, já. Þetta var svona líka áður en Aura-in voru buffuð, ég sá ekki Crimson Guard í heilt ár held ég nema bara á Centaur einmitt. Já, einmitt. Akkurat. Þannig já, hann er svona frekar stable og það er kannski einmitt það sem er áhugavert við hann er að þú veist, það hefur ekkert gengið, þú veist, það hefur ekki góð strategía að reyna counteran í lane-nu, þú veist, þessir klassísku counterar Monkey, Ursa sem við erum að fara að tala um eftir eru bara ekki að vinna leikja mótunum, þú veist, það er eins og hann provider bara svo miklu meira heldur en bara þetta lane, sko. Já. Fyrir, þú veist, og það bara verðist ekki vera worth it að eyða einhverju miklu púðri í eitthvað lane counter þegar heitin getur bara farin í woods, hitt blade mail og mighty fight á 12 mínútum. Af því að við höfum einmitt séð, sko, ef við byrjum svona að tala þessum vesturheitunum líka, Ursa er með 5 töp í 6 leikjum. Einmitt. Og hann hefur einmitt verið pikkaður svolítið inn í line-up til þess að countera þennan Centaur í lane og það bara er ekki að ganga nógu vel upp samkvæmt tölunum. Einmitt. Og ég held að Luna, af því sem ég hef séð, finnst mér Luna að vera svona besta karrién á móti Centaur í lane. Hann býður upp á náttúrulega magic damage og sen getur líka svolítið bara ignoraðan og farið að farma snemma. Þannig að hann er ekki búið til jafn mikla pressu á þig og hann er kannski að setja á aðrar hetjur, sko. Einmitt. En já, við byrjum kannski aðeins að tala um Ursu. Hann hefur alveg verið pikkaður sem svar við Centaur og Underlord líka, náttúrulega klassísk counter á Underlord. Einmitt. En hefur ekki gengið nógu vel og jafnvel þá að við séum með Ursa specialist. Já, ná ekki að láta hann ganga. Dr. Baby að spila hérna mútið ykkur karri akkurat. Og sko
Sko ég held líka að partur af því okkur Ursa hefur aðeins klikkað að eins og við segjum hérna Ursan að fá fyrsta 80 á 2050 mínútu. Ég held að af því sem ég sé líka að liðið eru ekki nógu mikið að prioritæsa þennan 80 á Ursu. Þú veist, þú ættir að ef þú ert að pikka hann inn í Centaur eða Undalord til dæmis og ættir að ná að vinna lane 1 og síðan fá tvo gæja með þér í rós bara á milli 15 og 20 mínútum sko, og maður hefur jafnvel séð það ennþá fyrir sko. Einmitt. Þannig að það kannski að það mjög Ursa ekkert verið á svakalega slæmum stað sko, og hún býður alveg upp á mikið. En það mjög hröðið heiti líka og við kannski hefum séð liðin ekkert verið að spila ótrúlega hratt sko, on average og þú veist og líka kannski þetta, þú veist, það verið snúast rosa mikið í þessu óra meta sem hefur verið í gangi að þú veist að carryin, þú veist, þú vilt að offlanein sé tankgæinn sem kaupir óra-iteminn og prófa að ætla eitthvað teamfight utility og getur soakað damage og svo viltu helst að carryin sé einhvers konar heti sem getur, þú veist, verið með building pressure og þú veist, hjálpar að taka objectives þegar þú ert búinn að taka teamfightin með órunniðinni og Ursa passar einhvern veginn svona, hún svolítið awkward í þessu, hún góð í að drepa hina óragöruna en hún ekkert góð í að drepa bingar, hún ekki góð, þú veist, hún líka svona tankhetja að einhverju leyti, hún góð í að fara inn, drepa eina hetju, bakka aðeins, koma aftur inn, drepa aðra hetju en þú veist, það verðist henta aðeins betur þegar þú ert að runna þessi Underlord strats og svona að vera bara að ef þú farir Lúnu með þér hún mæti bara, þú veist getur bara fókus á að gera damage það ekki að koma blink, það ekki að koma neitt defensive í rauninni og getur bara enda leikin á 20 mínútum Ursa getur ekki gert það, hann getur tekið rós hann getur gert svona eitthvað annað dót hann getur alveg farma hratt en hann passar ekki inn í þetta svona traditional carry roll þar sem hann building og þú veist svona AoE damage dealer og building killer sko. Hann virðist líka ekki verið að ná að setja það mikla pressu út úr leinu á mappið þó hann eigi gott lane þá næri hann ekki að setja þessa pressu sem klassist að vera með 15 mínúna Blink Battlefury úr sér hlaupandi mappið að drepa alla sko. Og þetta lane win bara virðist ekki vera nógu mikilvægt sko. Og svo við talum aðeins líka tempo eins og við sagði ráðan að sko, meðaltíminn í leikjunum slétt 38 mínúta so far og ég held svona kannski klassísku úrsuleikinir eru að enda kannski aðeins fyrir það allan á kannski í kringum 30. mínútu og það sem svo sterkt við að ná 80s bara á korteri að þú getur fengið næsta 80s og rósbannir á 25. mínútu og þá ertu komið með líka með kannski Blink Battlefury, BKB og Basser og síðan 80s og rósbannir þannig að vinnu fight, getur verið high ground glyph skiptir ekki máli þannig ég held að lið séu ekki alveg nógu vel bara að utilisa það sem Ursa býður upp á og það virðist vera meira safe að taka hiti svo Lúnu eða Medusu eða eitthvað svona hardcarry sem að skeilar betur inn í leikjum en já, önnur svona underwhelming hetja Pudge sem líka hefur náttúrulega klassískt verið mjög vinsæl hetja í Dota. Já, fólk elskar að spila Pudge og hún hefur minn góði millin að spila leik og Pudge hefur líka verið spilaðar í bæði mid og fjarka en það virðist ekkert ganga upp fyrir greið Pudge. Nei, það er búið frekar underwhelming. Þetta hérna erum við með nokkra klippur af fólki að vera með allt og fá points í flash heap sko. Já. Þetta er þetta shoot play hérna. Já, þetta er shoot play. Kemur krókur, nær æsklá hérna undir turninum. Já, en einmitt sko, okkar mat á það er að allan út að spila core Pudge að fókusa aðeins minna á hookinn og setja hans fleiri stig bara í flash heapið sko og verða þessi tankigæði sem getur sem keypt Axe og Sivas og Bloodstone og eitthvað svona. Þetta er vandamáli sem leikum að leikurinn að vera vunnin eða tapaður áður en að menn að klára Axið sitt sko. Það, þú veist. Og það er ómikið verið að hlaupum appi að reyna að ná einhverjum krók í trjánum frekar en bara að farma sko. Já, og þessi hetja náttúrulega bara á hvor spilar fyrir Axið, þú veist, það opnar öll item choicesin, þú veist, þá getur þú keypt Shiva, þú getur keypt BKB, Heart, Bloodstone, þú veist, allt þetta dót virkar eiginlega bara ef þú ert með Axið.
einmitt nákvæmlega. nú þegar sko, þannig að Og það vantar þessu upp á þetta. þeir sem hafa verið að spila mid-puts núna og eru að maxa til dæmis húkinn og kaupa sér bara þetta klassika eitthvað blink og eitthvað svona, þú veist, þú ert bara með 2 fjarka í liðinu Já. sko. Það er nefnilega, já, þannig að því að þessi svona puts in theory, þú veist, hann ætti alveg að virka ágætlega með þessum oragæjum, þú veist, með einhvern offlaner, passa að kaupa pípu fyrir þig, þú veist, þú þarft ekki að kaupa það sjálfur, þú benefitar geðið mikið frá auka resistinu, en svona in practice þá bara hefur þetta ekki verið að ganga upp hjá fólki svo far, sko. En þó að það sé alltaf gaman að sjá putt sko, og svona, þú veist, fjarkaputsinu náttúrulega eins og öðruvísi, þá ertu mikið meira að spila upp eitthvað svona, þá náttúrulega ertu actually að spila upp á krókinn og bjarga og borða gæðina og eitthvað svona, en það er náttúrulega eins flóknar gameplan, þú veist, smá svona erfiðar að executa það, ætla að vera eitthvað sjúkur fjarkaputs, að ná einhverjum dendi hooks út allt til að vinna leikinn þegar þú ert í einhverjum svona leik sem að skipti máli. Einmitt. Og við sjáum sko, Putts hefur verið spilaður í 5 leikjum og tapaði öllum, en hann hefur líka verið bannaður 5 sinnum, þannig að það er greinlegt að sko lið nenni ekki endilega að spila móti Putts og það gæti alveg verið að Putts hafi verið bannaður á svona crucial momentum þar sem hann hefði mögulega átt fína leik, er hann bannaður út en já, við getum kannski rætt aðeins núna hetjur sem hafa verið mest spilaðar og mest bannaðar líka. Mest contested, akkurat. En Sun King hefur verið mest slegist hann. Og í 80% leikja hefur hann verið annarkvort pikkaður eða bannaður. Einmitt, hetja mótsins International. Já, einmitt, nákvæmlega. Talsverðan bannhammer á sig eftir það, skiljanlega, en já. En ég held sko... En hefur ekki verið að sýna samt neitt sérstaklega sterkt performance í leikjunum sem hann kemst í gegn? Nei, hann hefur líka alltaf þegar hann kemst í gegn og hefur hann heldur verið first pick bara langa oftast. Og sjáum hérna, hann er með 40% win rate og þannig að, já, hefur sloppið 10 sinni í gegn og er með 40% win rate og 58% ban rate. En náttúrulega það sem að Sun King býður upp á í svona dröftum er náttúrulega og veist ekki hvort hann sé að fara middið offlane og hann getur, þú veist, hann svona klassíska bildi er Bloodstone og Blink og svona dóta en hann getur síðan keypt það sem liðinu þarf. Já, hann getur keypt allar árunar basically. Getur keypt, já, bara allar árunar og getur líka farið yfir að auka damage og... Axið mjög öflugt. Já, en hann var nú heldur betur nerfaður núna og þannig að við munum kannski... Hvort við séum eitthvað að fara að sjá mikið meira. Að ég man sko... Það voru spilaðar heldur 2 eða 3 viðurugnir í þessari viku og ég kíkti á Strats síðan okkar fyrir það. Þá var hann með hærra bannreit sko og var ekkert bannaður. Ég held að hann var bara alveg ignoraður núna í síðustu leikjum. Já. Þannig að það virðist vera að hann sé að fara niður. Frá honum. Já. Síðan næsta hetja er Trian Protector. Já, einmitt. En hann er hann og Underlord eru næst mest spiluð hetjunar. Já. Tríandinn er með 58% win rate þannig að hann hefur unnið 7 leiki og tapað 5 og hefur líka verið bannaður talsverð, hann er búin að bannaður í 4 leikina. Einmitt. Frekar öflugur svona safe lane support, gefur mikið fyrir í laneinu sinu, þarf ekki mikið af itemum til að function í leiknum. Einmitt. Virkar vel í svona 5-man dota sko. Og býður líka, hann er svona svipað á Jack Hero kannski, hann býður upp á að þú átt alltaf sterkt lane eða sama mikil út af parmi og klassísk kombo er eins og Treant Luna Treant Rá, já og síðan líka málið með Treanta því hann spilar svo öðruvísi heldur en aðrar aðri melee supportar að þú veist, þú getur alveg pikka double melee lane með Treant og það skiptir ekki miklu máli. Einmitt, hann gefur náttúrulega heal, gott svo steinilinu og rosalega góður að man-uppa getur með þetta skrýtna playstyle sem hann spilar í trjánum. Einmitt. Þannig að já, ég er bara mikill Treant áhugamaður og vona að þetta haldi áfram. Einmitt. Underlord hefur ekki alveg verið með, hann er svona frekar lélegt win rate. Búin að vera mjög mikilvæg hetja samt fyrir mörg lið, held ég. Já. Svona, fólk er mikið að byggja line-up í kringum Underlord og náttúrulega þægileg hetja svona strategið kringum þessi pit er mjög svona gott base til að byggja einhvern line-up í kringum. Hann er líka svona almennt, hann er náttúrulega búin að vera bilaslega sterkur í pubs og situr bara í 55% win rate eða eitthvað þar.
og sá náttúrulega mikið á TI líka og ég held að ástæðan fyrir því svolítið að hann náttúrulega getur keypt allar árnar bara allt sem að honum sýnist hann á eiginlega alltaf sterkt legin að þú hefur möguleikan á að pússa þig út og þú hefur möguleikan á að creep-skipa og sér líka þetta að Firestormin býður upp á prósentu damage. Já, þannig að hann er mjög gott í þessu tanki með þetta sko. Já, hann er sterkur á móti öllu þessu tanki í gæðum og síðan líka þetta map presence að hann getur joina hvernig sem hann getur bjargað fólki og hann getur... Já, við erum búin að sjá fólk mikið spila með geiti sko, vilja joina fights með endurlutunum sem er mjög gott move sko. Og persónulega áttaði mig ekki alveg á því af hverju hann er með 33% vinnrate hjá okkur en hann er náttúrulega vanlega first pickaður af því annars er hann bara bannaður og já, ert þú með einhverja einsýnin í það okkur að hann hefur tapað svona mikið í þessari deild? Já, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega þú veist, það er stundum með svona vinsaluheitinu sem er svona þú veist, þetta hefur verið í fortíðinni með Jakiro er mjög gott á mót núna en í fyrri mótum þá var oft svona default dæmi hjá fólki að bara picka Jakiro þú veist, kannski ert ekki með eitthvað mjög sterkt gameplan hvað það gera en þú veist, pickar eitthvað svona basic hetju sem að gefa þér marga hluti og það getur oft verið, þú veist, að önnur lið sem hafa kannski sterkari hugmyndum hvað þau vilja gera í leiknum skilurðu koma þá út á head Já, það er það er kannski góða punktur það gæti alveg verið að einhver lið horfi á Underlordun og hugsi bara að þau vilji fá hana því að hann er sterkur í pubs og svona en það er kannski ekki endilega margir Underlord specialist sem eru að spila hann Ég veit, þetta er svona fólk er kannski út að henda offlineinu sínum bara á Underlorda því að þú veist, það er hægt að picka hann og hann er með svona basic heitja eitthvað býður upp á mikið hann verður spennandi að sjá bara hvað gerist með Underlorda því að á mínum að þið var hann ekki bannaður nærri í nóg nei, nerfaður nærri í nóg Nei, ég veit, allavega miklu minna en Sun King Já, einmitt, og miklu minna en Kunga til dæmis sem við sjá sem er fjórða mest spilað hitjan og er þar með 5 leiki sigra og 6 töp Þegar maður horfir svona yfir þetta line-up af mest byggu hitunum þá finnst manni að Underlord mega mikið sens sko með það er gott að vera með þetta percentage þátt Við sjáum að efstu 5 hitjunar eru allar strengt hitjur líka Ég veit En það er svona nokkuð pick sem eru búin að, finnst mér, sem er aðeins svona að koma inn í metagame núna, sérstaklega Timber svo. Sjáum náttúrulega Cromwell er Timber svo gæi sko, specialisti. Já. Þekktur fyrir þá hitju, náttúrulega mjög næs hitja alltaf að kötta niður þessa strengtkóra og kannski svona myndast meira rými fyrir hana núna þegar það er aðeins byrjað að nerfa orðnar og já, svona þú veist, Timber getur átt mjög næs leiki ef hann leitt gegn á móti mikið af þessu svona mikið af þessu tanki hrúu line-upum sko. Já, einmitt. Og einhverju svona heitir svona Necro sem maður svona, þú veist, já, þetta gæti komið eitthvað inn, það eru nokkrir Necro spilar, Puppafey, allavega líka Gústi, Súlander, já. Hann á Necron alveg inni og sáum að Beginner spilaði Já, Beginner spilaði góðan Necro í gær, fyrir dag. Það var ekki fyrir dag og fór ekki í Radiance. Þannig að bara Ég held að Necro án Radiance sé alveg með geggja vinnrið, sko. Já, hann fór í bara held ég Mac inn í Greaves í þeim leik eitthvað og ég manni í hvað annað hitti. Þeir bara kláruðu leikinn og það var Luna line-up og hann bara hílaði Lununu sína og keypti Mac og þeir pússuðu basic og voru bara búin að vinna á 20 mínútum. Já, einmitt. Þannig að bara PSA hérna, Radiance og Necro er ekki jafn sterkt og maður heldur. Nei, allavega sérstaklega ekki að planið þetta að gera eitthvað annað heldur en að lemja Creeps fyrstu 15-20 mínútunar. Það er alveg möguleiki að hann sé með 0% vinnrið í íslenskum deildum. Já, það er alveg, ég myndi segja ágætur möguleiki á því. Já. Radiance Necro. En hann var alveg ignoraður á TI. Já, einmitt, það var ekkert pick á hann. En það er náttúrulega tölvöld auðveldara held ég fyrir þessa pro-gæja að countera Necron heldur en fyrir hinn almenna Dota-spilara sko. Einmitt. Þannig ég skil alveg að ég sé hann alveg á og til í mínum pubum og hann lítur alveg ágætlega út stundum þar. Sérstaklega ef hann er ekki counteraður eitthvað smá í draftinu. Einmitt. Náttúrulega einhetti sem við kannski glindum tala sem er Windrunner sem er mikið bönnuð. Hefum ekki endilega séð hann í mörgum leikjum en hún hefur alveg verið nokkuð öflug í þeim leikjum sem hún er spiluð. Tiny Kuti átti góðan leik á
einhverju góða leiki á henni Mhm. og já, ég veit ekki alveg hvernig senstu Pats fór með hana. Mér finnst þess að hún sé Það var eitthvað á kúldóni á últinu, þannig að Já. hann getur eiginlega ekki lengur erfitt fyrir hann að farma með því núna Já, eins og já, var já. að gera, hann var bara eitthvað að poppa últinu í triangle. Það Hann er var aðeins erfara. frekar mikið overtunuð, svo heiti það. Já, og síðan náttúrulega Gleipnirinn tekinn smá í bakarið. Einmitt. Ég allan eftir patchin hef ég sjálfur ekki séð Windranges í mínu leikjum. Nei, einmitt. En hvað ef við verum svona að reyna að sjá fyrir okkur hvert þetta meta er að þróast út frá svona núna því sem þessum helmingi á grútspilsinu. Þú veist, erum við bara að fara að sjá Centaur í öllum leikjum? Og Jakiro, Centaur og Jakiro? eða bannar í öllum leikjum, Þú maður veit ekki. Já, það er svona hetjur sem að poppa upp hjá manni, maður er svona, ok, þú veist, hvað með, svo er eitthvað eins og, þú veist, Rubik, ekki hetja á móti Jakiro, aftur Timberson, góðan móti Centaur, góðan móti Furion, mjög erfitt fyrir Furion að outleinan, þó að hann kantar hann ekki jafn mikið að gera sko. Svo á listanum yfir bestu hitjunar samkvæmt Strats, það sem að ég flokkaði bara eftir rating. Já, Við sjáum Víverinn er mjög hár á það. Dassol og Víver eru háir Já. og það er náttúrulega Ég Snorri held og að Dassol sé bara Markus Gleipnir sem Já. spilar Dassol hana. Snorri og dvergarnir eru bestir á þessum hitjum. Já, myndi og ég segja. Víver líka jafnvel, er það ekki? Jú, ég held að þeir hafa spilað hann allavega 2, 3, 4 sinnum. Já, svo Það er er líka- Tiny og Tekki sko með inn, Voidspit er heldur bara TSR eða hvað? Nei, er eitthvað annar liðan það? Já, ok. Allavega Axel er búinn að spila Voidspit eitthvað, það gengur vel. Já, sko, þeir spiluðu líka Void Spirit held ég á Snorri og dvergunum. Já, ok. Bandit. Já, og síðan Engine líka hann sjö líf í TDE hefur náttúrulega spilað hann frábælega. Já, einmitt. Hann er náttúrulega mjög öflug hetja fyrir það sem að hafa vald yfir henni sko. Já, og síðan Shadow Demon líka það sem að Beigli hefur átt stórstjórnuleiki. Já, einmitt. Já, við sjáum sko hitjurna sem trompa svolítið öllu er Jakiro og Centaur, en við sjáum að meira segja að Jakiro hefur bara verið bönnu í 7,5% leikja. Já, Og einmitt. málið með það er náttúrulega svolítið líka að þú vilt Þú ekki vilt ekki eyða. vera bannað Jakiro sko. Já, þú vilt frekar banna örugglega eitthvað svona aðeins meira spesial fyrir annarkvort sem er gott á móti draftinu þínu eða sem að hitliðið er ógeðslega gott í. Einmitt. Og við sjáum að þú veist, Víverinn er með 25% bannreit líka. Einmitt. Shadow Demon 35% bannreit. Já, það er eitthvað Það er alveg mikið sko. ágætlega hátt sko. Og fer svolítið, ég held að Shadow Demon sé líka hetja sem fer svolítið fram hjá manni og það er mjög vont að spila á móti góðum Shadow Demon. Já, algjörlega. En svo eru svona hetjur eins og, þú veist, Medusa, Warlock, Abaddon, mér finnst þetta allt hetjur sem að eru virkilega sterkar núna, eiga eitthvað inni sko í þessu móti mögulega. Já. Við erum búin að sjá einhver Warlock pick, hann kemur ekkert upp á startorum sko, en Hann er ekki á þessum, hann er allan ekki á toppunum og ekki á botnunum. Nei, það einmitt, hann er er alveg svona jákvæmt ektarinn í líka miðjunni. sko. en það er svona hetjur sem að held ég hendur ágætlega fyrir þetta svona super teamfight. Þú veist, af því við erum alveg að sjá liðin eru alveg að fíla að mæta 5-5. Þú veist, það er og Karri, þú veist, Karri spilararnir eru mikið að mæta líka. Einmitt, við höfum alveg séð sem margir horfðu á TI og fylgdast með þar að karriér voru kringum 6 mínúturnar að fara í geitið og drepa óvinna karriinn, fara tilbaka og þá getur við mögulega líka þá leysir upp pressuna sem að myndast mögulega kringum XP-rúnið fyrir liðitt. Þannig að maður hefur alveg séð það líka hérna í þessari deild. Akkurat. Að karriér eru að gera það. Einmitt. En það er svona, mann finnst frekar að vera exception sko, ef það er Karri sem er bara alveg búin að mjúta sig og er inn í Woods. Kannski svona, Luna stundum þegar hún far mjög góðan leik og getur bara ræsað farma item sem þetta mætt síðan sko. Það er kannski eitt sem ég vil tala um líka er að lið mætti alveg byrja að skoða meira allan að því sem ég séð er mjög mikið svona lið bara of mikið að forsa að spila eins og 5 saman. Já, það er einmitt eitthvað um þetta sko. Ekki, þú veist, þau eru ekki að splitta farminu nógu vel, þau eru ekki að eyða nógu miklum tíma í að lemja creeps og eru ekki að fylgjast nógu mikið með hvar creepuðin er á mappinu, veist, hvort þau séu að pusha inn í og hvort það sé góð tímasetning til að taka fight. Þannig að mér finnst að lið þurfa aðeins að
flest lið geta hort bara á sig og pælt í því. Erum við að lemja no more creep? Já, eins og maður sé frikka reglulega í chatinu að segja öllum að mjúta sig og segja öllum að lemja creep. Já, og ég í kastinu, tek reglulega undir það. Já, sannlega. En já, við getum kannski skoða líka hetjur sem að hafa bara verið hunsaðar. Það hafa verið svona klassískar hetjur sem hafa verið hunsaðar er til dæmis eins og, þú veist, Faceless Void til dæmis hefur verið hunsaður alveg held ég. Ekki einu sinni bannaður, þetta er þess hetjur sem hafa ekki verið bannaðar eða pikkaðar. Já, hvorki bannaðar en pikkaðar. Chen kemur sem á óvart en það er kannski bara að spila á dæmi sko. Já, náttúrulega Snævar Vú, náttúrulega varð vinsæll Chen-spilari í síðustu deild en hann er náttúrulega að spila carry núna. En við sjáum, það er alveg klassískar hittur inni eins og Magnús til dæmis sem er alveg líka Íslendinga vinur. Já, algjörlega, hann hefur verið... Hann hefur ekki verið valinn eða bannaður. Svo mér finnst svona alveg potential eins og Dawnbreaker geti ég alveg sér fyrir mér komin í meta svona núna eftir að ef fólk fyrir að peka minna strengthitjur eða svona minna tanki hrúu line-up sko. Mjög góð heiti til að, þú veist, heiti sem gæti henda mjög vel í þetta meta sem í gangi í kraftafldeildinni núna að þú veist það verið að forsa einhvern skörmis og þú vilt vera með einhvern gæja sem getur hoppa og joina fightinn eins og Furion, eins og Underlord. Ringmaster er ekki viðeigandi. Já, ég veit að það eru nokkri spilarar sem bíða spenntir eftir að Ringmaster komist inn í Captains-mótið. Já, aðlega einn. En já, annars er þetta svona þessi löngu teamfights allt í, þú veist, Faceless Void, Magnus, Silencer, sem hafa ekki verið svona favored mikið nýlega, sko. Já, áhugavert reyndar líka að sjá, þú veist, Sven. Já, Sven var mjög vinsæll til dæmis í seinustu kraftaflideild. Og Bounty Hunter líka, ég held að Bounty Hunter sé sko allt í lagi hetja. Já. En það er kannski bara engin Bounty Hunter specialisti sem að vill eitthvað að vera að spila nú og það er kannski aðeins erfiðar að líka að execute Bounty Hunter í svona liðaspili frekar en að vera bara eitthvað innvis í pub að hlaupa mappið að valda usla sko. Þarfst líka að draftast þetta í kringum að þarfst að taka disable á öðrum hetjum og svona til að einhvern veginn að geta það nefla. En Bane líka, Bane hefur ekki verið valinn en það er einmitt svona klassísk hetja sem að er virkilega góð í að hún er sterkur laner og getur virkilega snjóbolta leikinn út frá því ef að hinn lanin tap ekki hræðilega og þú ert auðvelt með að spila með hvað heitir sem er. Þú getur farið og þú veist, ef þú ert góður beinspilari þá getur þú tekið út 2 hetjur í teamfight og disabla 3 með kúinu. Já, það verður áhugavert að sjá líka hvað næsti patch mun bjóða upp á. Hvort við fáum að sjá þessar hetjur, vera pikkaðar eða allan að bannaðar eitthvað meira. Já, ég er svolítið rætt í eitthvað svona almennilegt teamfight meta sko. Ég vil alveg sjá meiri tætt núna, tætt er aftur að vera góð hetja. Enigma er ennþá góður. Mjög góða leiki á Fjörál til dæmis. Já, einmitt. Þú veist, Silence er einmitt. Mér langar svolítið að sjá þetta að kæra sig í gang sko. Warlock, þú veist, eins og við leikurinn sem vorum að horfa á hann. Fullt af teamfights. Já. Þú veist, þessi lið elskar alveg teamfighta sko. Það er ekkert... Samt voru ekki eitthvað að risa svona teamfight úl. Nei, einmitt. Þetta er bara eitthvað bristle og tösk og eitthvað svona. Einmitt. Og ég held að fólk geta alveg, þú veist, megi alveg vera óhrættur við að bara henda í eitthvað stór ultimate í þessum pikkum sínum sko. Það getur borgað sér mjög mikið í svona leikjum. Það getur gefið mikla yfirhönd sko. Og sérstaklega að þú ert með eitthvað svona 2 eða 3 hetjur sem að komboa vel saman með útgáðum sínum. Hugsa sér bara eins og, þú veist, það breytir á leiknum ef að Kitty Carey var að spila Enigma í þessum leik. Allt inn í teamfightin hjá mín klúnum tvísir sem flóknar að execúta. Já. Ef þú ert ekki með eitthvað solid silence skilur á Enigmana breytir algjörlega svona dýnamakinu og gefur þér náttúrulega yfirhöndunum bara í þessu 5v5 scenariói. Einmitt. Sko persónulega býð ég bara spenntur eftir dýragarð aftur. Já. En það er kannski ólíklegt. Ansið langt í það ef að það kemur einhvern tímann aftur. Já, það er þau láta þetta eitthvað býða eftir sér þessi dýr sko. Já, en já, viljum við kannski líka ræða eitthvað hvaða lið og hvaða leikmenn komið á óvart. Algjörlega. Við erum búin að sjá öll liðin spila núna. Einmitt, já. Það eru svona, minnst Kuti
eru held ég búin að vera standout lið, þú veist, Sammála því. þeir eru búin að svona vinna flesta leikina sinna og það sem hefur pressað mig við þetta lið, þetta náttúrulega gamla lið okkar basically, en þeir eru að spila ótrúlega hratt og þeir eru mjög svona, minnst þeir eru að vera með mjög svona proactive line-up, þú veist, þeir eru ekki að svona að pæla mikið í að secure eitthvað late game, þeir eru meira bara, þú veist, pælið að pikka sterkar early hitter sem geta skeilað inn í mid-game og tekið advantage og klára leikinn. Já. Og þeir eru bara búin að tapa einu sinni, sko. Já, nákvæmlega. Og lína á durtarnir hafa líka alveg komið skemmtilega óvart. En í fyrstu umferð held ég að væri, þá tóku þau leik af verktakaþjónustu Bygga Frænda sem er svona á blaði leit út fyrir að vera virkilega sterkt lið. Já, algjörlega. Og TT Junior líka hafa komið alveg skemmtilega óvart. Þeir eru eiga svona áhugavert storyline, sko. Já. Þeir byrjuðu svona frekar, þeir áttu einhvern erfiðan fyrsta leika, ef manni rétt. Jú, þetta er sko... Og sáum við það í síðustu viku. Þetta er ekki alveg uppfærð stigatabla. Nei, ok. En TT Junior er held ég með allan að 2 sigra og ég heldur hafi líka tekið eina viðuregn annarkvort 1-1 eða 2-0. Já, ég stendur að það sé með 0 sigrana akkurat, já. Þeir eru þeir náttúrulega voru hérna í seinustu helgi í útsendingu og þá unnuðu 2-0 held ég, var ekki? Og TT Junior þeir eru með 4 sigra. 4 sigra, já, ok. Og 2 töp. Já, ok. Ég get kannski bara rent yfir hérna. Já, ok, já. Þeir eru búin að spila alla leikinu sína, það er góð í þeim. Og þetta er sem sagt staðan í riðli 1 líka. Já, En já, Kuti hafa komið virkilega vel óvart og bara skemmtilega óvart. Já. Og Hope og Harry er þjálfarinn þeirra. Hann er þjálfarinn þeirra, við vitum ekki hvað er í gangi í þeirra svona war room, en... Nei, hann sem sagt tilkynnti það fyrir framan fleiri 100 manns á streyminu Það þyrfti ekki að kóta þetta liða því þeir maður í gangi svo vel. Já, hann er að býja eftir að þeir verið tapa 2-0. Já, þeir tapi náttúrulega einum leik, ég veit ekki hvort það sé nógu gott. Það er náttúrulega jafnteflið svona takklega séð. Já, það er jafnteflið basically, þannig að Kuti þarf eiginlega að tapa seríu til að nota unlocka Hope og coach, sko. Já, en jú, þeir hafa nú verið í einhverjum samskiptum, skils mér. Já, en já, svona verktakaþjónustan kannski aðeins búin að underperforma og ég held að margir hafi líka séð með svona frekar mikla væntingar til Snorra Dvergana, það hefur verið mjög svona solid lið, búið að spila núna í mörgum mótum og hafa verið að improva mjög svona á bara góðu reyti, sko. Já, þeir sitja núna í öðru seti í þessum riðli með TT Junior. Já, þetta er ekki alveg uppfært þá. Og þeir eru með þeir hafa tekið 3 viðuregnir og unnið 2, tapað 1. Já. Við erum komin aftur, það voru smá tæknilegir örðuleikar en við ætlum bara að halda boltanum rúlandi. En ég var að tala um hérna Snorra og Dvergana. Þetta er ekki alveg uppvært en þeir eru búin að spila 3 viðuregnir og sigra 2 og tapa 1. Minni mig, en þeir eru allavega búin að vinna 4 leiki samtals og tapa 2. Og ég var svolítið spenntur að fylgjast með þeim en Frikki alveg keisla er þjálfarinn þeirra og þeir hafa alltaf spila mjög vel saman í öllum deildunum. Já, mjög góð liðsheild í því liði. Og þú veist, það sést skýrt þegar maður er að horfa á þá að þeir eru góðir í samskiptum og eru að tilkynna liðsfélögum sínum hvað þeir eru að fara að gera næst og þeir drafta alltaf mikið teamfight og spila virkilega vel saman. Og ég held að Frikki líka það sem Frikki nær að gera fyrir þá held ég er að hjálpa þeim að aðlaga drafti líka að leinunum og þú veist. Þannig að það er ekki bara þetta comeback teamfight potential hjá þeim en þeir geta líka verið með yfirhunduna og sigra teamfight þegar þeir eru með yfirhunduna og hjálpa þeim mögulega að klára leiki og svona. Já, það verðist alveg að vera cool samstarf í gangi þar, sko. Ég held að hann þeir svona eru alveg að sína að þeir eru svona svolítið að kannski fylla í eðunar með það sem þeim vantaði upp á kannski drafting og svona eining útfærslur í fyrirmótum. Og já, Snorri og Dvergana hafa bara spila virkilega vel. Við getum kannski fengið að líta á riðil 2 síðan næst. En þar er einmitt... Já, ég held að sé verðt að tala um liðið þitt, alltaf heimska og Adam mittspilara sem hefur staðið sig vel á sérstaklega vel Phoenix. Já, einmitt. Það var
Hann hefur ekki það var ekki allt verið góða leikir á honum en leikinu sem eru góðir, þeir eru mjög góðir. Já, sumir vilja meina að hann hafi átt framistöðu mótsins hingað til en það var einmitt þegar hann spilaði Phoenixina á móti Skillis í leik 2 en þar fór hann alveg á kostum. Já, ekki það. Kom reiður eftir að hafa tapað leik 1. En já, mun hann fá aftur Phoenix á mótinu? Ég held ekki. Ekki svona góðan leik, eða fólk eru örugglega að fara að reyna að kontra það. Getur ekki átt svona góðan leik og búist við að fá að spila heitinu aftur, sko. Já, einmitt. Allavega ekki svona frímleik, sko. Nei, en Kuti fekk að spila Nöku Shadow Demon dúo og fengu það strax í næsta leik. Já, en þá einmitt í Game 2 í þeim leik eftir hálfleik þá ræddu við saman og ákveða að banna allána Nökuna. Einmitt. Já, þetta, þú veist, en svo sáum menn eins og Cromwell í Kid Curry sem að, þú veist, ég held að svona flestir átt sig á að hann Timbers og Spommer og hann fekk að spila Timbers á móti Skillisjú og hendaköllum. Já. Hann átti góðan leik á móti hendaköllum þó að þið töpuðum þeim leik en einmitt, hann pikka bara Timbers og inn í þó að það sé ekkit lukkið eins og góður Timbers leikur og pikkaði hann bara og hann átti hann átti alveg gott lein á móti, hann var að spila móti Gústa Kvopp og að mínum að þið finnst mér Gústi Súlander vera besti mittspilarinn á þessu móti allan á blaði. Já. Og ástæðan fyrir því að ég segi það líka að hann er bara svona hreinn mittspilari og spilar mitt-hedjur. Hann ekki einhver gæði sem skiptir ról á hálfsásfresti eða eitthvað hannig, hann bara spila mitt og hann spilar Ember og Void Spirit og Kvopp. Við komum með mjög solid týraból sem hann gagnast liðinans mjög vel. Og það er einmitt virkilega erfitt að banna út Gústa og hann hefur alveg átt virkilega góða leiki á Primal Beast og Kvopp og þannig að það verður spennandi að fylgjast með honum líka. En já, hann Cromwell og Timber náðulega að standa í honum á middinu þó að Gústi væri með favorable matchup. Og svona já, liðið sem er á toppnum í riðli 2, það er TSR og hendakallanir. Já, þetta eru 2 virkilega sterk liði. Já, og þeir eru sem sagt með 5 sigra og 1 tap. Hendakallanir eru svona virðast vera smá komnir á eitthvað annar level í þessu móti, sko. Já. Með við seríunum sem við sáum í vikunni á móti Kid Curry til dæmis. Einmitt. Og voru þeir áttu svona basically perfect game 2 til dæmis. Það sem er bara unnu öll liðin. Já, það er virkilega bara bensikjön í botta í þeim leik, sko. Hittu bara timing og endur bara leikinn strax. Já, en það er með þessi 2 lið, TSR og hendakallanir deila toppsætinu eins og og viðurinn þeirra var einmitt 1-1. Þannig að það verður spennandi að sjá hvort að þeir muni bara vinna restina af leikjum sínum eða hvort að eitt lið muni falla á eftir hinnu. Það er einmitt, það eru Skillisjú og Axel Avengers eru á botninum þurfa að fara að rífa sig í gang eitthvað, liðið mitt til að eiga sens á einhverju upper bracket runni, ég veit ekki hvort það sé ennþá inn í spilunum en það getur verið ef þeir standa sig vel í restina af röðlunum. Já, einmitt. Já, svo eru nokkri í miðinni að Meme-klúbburinn, Kid Curry og já, Alltaf heimskir basically í miðinni. Alltaf heimskir já, þeir nummer 3 eða eitthvað. Jú, Alltaf heimskir er í 3. seti sko og það vantar inn viðureignar sem var áðan. Kid Curry á móti Meme-klúbburinn. Meme-klúbburinn er sem sagt með 1-1 ofar, eða þú veist. Já, eru með 2 stig og Kid Curry eru með 3 stig. Já, einmitt. En viðureignar sem eru eftir, þú veist, til dæmis Alltaf heimskir á móti Kid Curry, hún er eftir, Alltaf heimskir á móti hendakallanir, hún er eftir. Og svona Axel Avengers á töluvert að leikjum eftir líka, þeir eru bara búin með 2 viðureignir. Einmitt. Og já, en það er alveg munur að þetta shiftist eitthvað í þessum liðli, sko, og ég held að svona aðal storyline sé hvort að, já, basically, þú veist, ná svona Meme-klúbburinn og Skillisjú að rífa sig í gang, sko, og svo einmitt hversu langt komast Kid Curry og Alltaf heimskir sérstaklega móti TSR og endaköllunum, þú veist. Þetta verður svona það sem ég að sjá úr þessum riðli einhvern veginn.
Já, einmitt. eins og burtsér frá liðin mínu. Já, þannig að já, það verður spennandi að sjá einmitt TSR á móti hendaköllum því að þetta svolítið svona unstoppable force að hitta immovable object sko. Einmitt. Þú veist, þeir vinna sína leiki og síðan gerðu þeir jafntefli innbyrðis. Þannig að það bara annarkvort fyrsta liði til að taka feilskrefið sem að mun falla á eftir hinu liðinu. Já. Annars bara tiebreaker. Já, einmitt, jú, algjörlega. Það verður bara eitthvað leiðis. Já, annars erum við svolítið búinir með það sem að við vildum segja í þessari sem er meta-analysis. Já, mitt. Við alltaf gott að minnast á Poll Immortal 5. Já, Poll Immortal og upphrópunarmerki Fjörlali en kannski eitt af lokum að núna eru búnir þó nokkuð mikið af leikjum í deildinni og Radiant situr á 67,5% win rate. Já. Takk fyrir. Það er fáránlegur stat. Já, það er svolítið klikkað með að við að ætlunin sé náttúrulega að þetta sé svona 50-50 og í gegnum árin í Dota minni með að Radiant sé með svona 54-5% win rate sem sagt bara frá 2013 eða 12. Já. Þannig að já, Radiant 67,5% win rate í deildinni hjá okkur. Og ég veit eiginlega ekki hvað veldur. Nei, ég veit ekki heldur, ég skildi ekki alveg hvað. Maður hefur heyrt náttúrulega mörg rök fyrir af hverju Radiant sé betra og það sé stægilegra að pulla og þetta og hitt. Og kannski að Rósin sé Radiant megin á 20. Svo er þetta passi Buffy junglunum eitthvað sem maður skilur ekki alveg. Og síðan það sem maður hefur heyrt svona bestu spilarinn á landinu segja þessi náttúrulega hreyfing að færa músina eða færa vindalu svona upp og til hægri einhvern veginn að það sé einhvers svona náttúrulega hreyfing að fara upp frekar og niður. Þannig að já. Þetta er ansi gróft vinnrið samt fyrir 67,5% sko. og maður hefur alveg séð í leikjum að sum liði sem að vinna cointosið, þau velja bara Radiant frekar en að ákveða first eða second pick og það er líka, þú veist, picking með þetta verðist vera þróast út í það að það er ekki leikin er ekki að vinnast á einhverju sjúku lostpicki sem að, þú veist, sem að countera allt. Þú veist, það er miklu frekar bara svona, liðin er að byggja mjög hægt upp einhver line-up og þú veist, 18. og seinasta pickið er ekki, þú veist, það er engin svona gotcha picks. Þú veist, það er engin Huskar, það er engin Brútmaður. Þetta er þú veist, liðin virðist eiginlega frekar, sko, já, þú veist, þetta er miklu jafnara í picking phase-unni mér heldur en það hefur verið í fyrri mótum sko. Og ég held líka sko svona í sögunni hefur verið sterkara að fá second pick en núna virðist first pick vera með yfirhönduna einhvern veginn yfir second pick og allan ástæðan fyrir því að mér finnst það er að ef það eru tvö lið sem er að keppast einhver ákveðna hitju sem er mjög sterk að þá þarf first pick lið að láta hitlið ákveða hvort þeir eru alltaf eða banni í að banna þessi hitju og geta þá ekki pikka hana sjálfur eða hvort þeir eru alltaf hleypin í gegn og síðan líka það að þú velur hitjuna þína sem first pick þú tekur hana og síðan velur hitlið 2 hitjur og þá getur þú svara því og það er svona klassist fyrir second pick þá að velja allavega af eina þessum 2 hitjum sé eitthvað svona flex pick og core en það situr á samt alveg í aðeins erfiðri stöðu að þú veist second pick þarf að ákveða 3 pick út frá 2 pickum. Já, það þarf að ákveða líka fyrirfram hvað er alltaf að gera við draftið sitt. Þeir þarf basically að sína eitthvað legin. Já, á meðan að first pick getur meira svona hafa aðeins meiri tíma áður en þeir sína hvað planið það er. Já. Og geta adjusta samkvæmt því þó að sé náttúrulega ekki alltaf gott bara að adjusta og maður þarf alltaf að vera með sitt eigið plan, en það er auðvitað fyrir first pick að ákveða hvor leiðina er alltaf að velja með planið sitt sko. En já, annars held ég að við séum bara búnir með hennar þátt og vonandi að þið hafi notið vel að horfa. Vonandi gagnast þetta eitthvað. Já. Þessi metagreining. Og bara áhugavert að sjá deildina í tölum. Já, við erum mjög spenntið fyrir restina af mótinu og sjá hvernig það þróast og hvað skemmtileg trend að koma upp og svona hvað fólk er að fara að pikka núna í seinni helmingnum. Já. Og ég held að liðið sem að getur, þú veist, það er alltaf í þessum, þú veist, þetta er bara svona trend í competitive Dota, þú veist, liðið sem getur krakkað
metagamið liðið sem að kemst lengst í mótinu. Þú veist, þegar þú ert eina liðið sem spila Tætundur og Tætundur besta hetjan og þú fattar það fyrst, það svo ógeðslega mikil advantage. Einmitt. Þannig að ég spenntur að sjá hver eru mestu nördarnir með þetta í þessum pickum, sko. Já, allan eins og lítur út fyrir að vera kuti, en þeir hafa spilað Nökufjarka og það eru alveg með mest uník hýrabúlið, sko. Svona, já, og þeir virðast vera algjör svona meta nördar, en eru jafnframt góður spilarar og hafa sínt líka, þeir geta spila bara sín comfort picks. Einmitt. En já, annars verður bara spennandi að sjá hvernig næsti patch mun hafa áhrif á deildina. Við sáum náttúrulega í síðustu kraftfélaga deild að það var patch 2 dögum fyrir úrslit og 1 degi fyrir undanúrslit. Einmitt. Skipin ekki alveg að hjálpa okkur í skipulaginu en... Nei, hann var ekki að vinna með því, en það hristi alls upp líka í... Já. Þá einmitt bara dutti facit inn og... var það ekki? Jú, var það ekki facit-breytingarnar? Já. Þannig að lið voru bara að hringja sín veika í vinnuna til að analysa og spila og plana. Einmitt. En já, ég held að við getum bara fara að segja takk fyrir okkur. Já. Góður leikur og skemmtilegt að spila metagaminn. Já, og ef einhverju vilja skoða þessa statsa fyrir sjálf og sig, þá geta farið inn á Strats. Já, allt fyrir dildinni inn á Strats. Mjög gaman að kíkja á það. stratz.com og síðan bara searcha fyrir litlu kraftfélagsdeildinni eða fara inn á Dotabuff og searcha þar, en Strats býður upp á svona skemmtilegri tölur. Já, einmitt. Og ef þið vilja horfa líka á einhvern ákveðin leik, þá erum við með ticket inn í Dota, þannig að þú getur farið í Watch og velur Tournament og velur Amateur og velur Europe. Skrolla smá niður og sér litlu kraftfélagsdeildina og getur valið hvaða seríu sem og hort á hvaða replay sem Einmitt. Þannig að já, takk í dag. Takk fyrir okkur.